Velkomin í GLF, þáttur glímu á Íslandi, Jiu-Jitsu. Glímufólk, tala við glímufólk og við ætlum að fjalla allt sem í glímunni. Ég heiti Þröstur og með mér góðsögnin, Eiður Sigurðsson. Takk okkur. Góðkynni. Herðu, við ætlum að byrja því að ræða bara með strákar. Þú varst að fara út með Elmar og Daða á Evrópumeistaramótið. Já, við fórum, það var 20. janúar, minnum við, cirka, sem við fórum út, þriðjudagur. Og já, þeir stóðu sér bara ágætlega. Svona miðað við að þetta var þeirra fyrsta svona stóra mót, þar sem við fengum bara heimsklassa andstæðing. Þetta var svakalegt hvað þetta mót, þeirra flokkur og bara þetta mót þetta var bara legends sem voru að sko. Það var út, ég geða sig að við erum að fara út í þetta á þessum mót, við líklega Ísland. Komum ykkur í þetta. Algjörlega. Já, svo vorum við að halda ungmennamót með, var þetta ekki stæðst þáttur sem tekið bara? Jú, með 2 keppnitur, þannig að þegar við byrjum á þessu, oftast svona kringum, lægsta ekki 40 iðkendur, almennt þetta svona kringum 70 iðkendur sem að keppa. Og við einu sem við mót svo vorum við 108 keppendum, en núna komumst við upp í 110. Og ég maður líka hvernig það var fyrir 2-3 mánuðum þegar það var 108, það var bara chaos. Núna voru að taka 110 og þá voru allir að segja hvað þetta gekk smúð fyrir sig og hvað þetta var næs og við erum bara að bæta okkur úrslag hratt í þessu. Já, ég manum þetta þegar Laugarum í fyrsta kemparfast, það var algjört chaos. En ég fann þetta líka þessu móti, þá var þess að þegar krakkarnir voru og þá var alveg fullt af fólki, svo kom svona smá bíl það sem engi var, svo þegar strákarnir voru að keppa eldri, þá kom aftur inn fólk. Já, það er smá þægilegt að hafa þetta svona, gefa smá svona break bara til að leyfa fólki að tæma húsið og svona. Algjörlega, en þetta var fyrsta móti með uppgjafatöku fyrir yngstu krakkana því? Jú, þannig að þegar við byrjuðum á þessu, það er svona, hvað segir maður, einn stefnan í þessu móti var að bara gefa krökkunum ástæðu til þess að æfa og þjálfaði upp í að keppa. Oft þegar maður að biðja krakkunum að leggja sig fram á æfingu, þá segja okkur ætti ég að vera að leggja mig fram. Og ok, út af að fyrir kepp eftir mánuði, þá svona finnum maður að krakkandi gefa með þessi. Þannig að, og á þessum tíma þegar við byrjuðum, þá varu uppgjátök voru bara fyrir krakkar sem voru eldri 12, þess að 13 og upp. En út í útlöndum, sem stefnan var alltaf að fara með krakk út að keppa, þá byrjaði þau með uppgjátök 4 ára. Þá var alveg deilum þar búin að 4 ára sé og snemma, en það er það sem við gert úti. Þannig að við svona fengum öll gymnin til að samþykja að myndu byrja 10 ára. Það var allir svona, alveg, fannst það bara eðlilegt að krakka myndu byrja 10 ára. Og núna þegar við erum að fara með krakka sem eru yngri en 10 ára út að keppa, þá finnum við að skilningurinn á stöðunum er góður. En bara skilningurinn á uppgjátökum er bara ekki neitt. Þannig við fórum að auka á æfingum að láta alla krakka alveg til 4 ára. Þú veist, oft þegar krakkar að koma fyrsta æfingur sinna, þá eru það að læra hvað armbar er. En mér fannst það ekki alveg translata yfir í keppninar úti, þótt þau voru að gera það á æfingum. Þannig að við byrjuðum að lækka submission aldurinn bara á þessu móti eins og er. Það er að segja BU og MU mótin eru bara byrjuð á þessum. Og við gerum það þannig að fólk getur valið þegar það skráir keppenda, þá velur það ekki uppgjátök eða uppgjátök fyrir 70 ára. Og það voru nokkri sem völdu uppgjátök og ég vil bara segja að það voru alvöru glímur. Það var ekkert, þú veist, sumir krakkarnir voru kannski aðeins og aggressív, þá bara talaði með við þau, segja bara, hei, þú veist, við erum ekki með neitt, þetta er bara stöðursumuna og þau fatta það, við erum bara spennt, skilurðu. Og ótrúlega flott að glíma, við erum bara flott hvernig höndluðu það að vinna með uppgjáttum og höndluðu að tapa þetta og bara, þú veist, þetta kemur alltaf frá okkur sko, ef við dílum við þetta vel og díla þau við þetta vel. Frálega, veist líka, og ég var skemmtilegt að sjá hvað voru margir krakkar sem voru með uppgjafatökin og hvað voru með þetta mikli styttri glímur þegar voru mikið meira að reyna að ná sér í submission, það er svo til dæmis þegar vorum í stíðin, það var svona safnastegin, farastegin og svo bara leið tíminn. En mér finnst miklu skemmtilega að sjá þegar krakkar eru með þetta að ná stöðunni og reyna og submission. Það er svona geggjað og ég er að hlakka til að fá fleiri svona mót. Já, þetta verður, við munum halda þessu áfram. Allavega út þetta ár verður þetta bara með þessu formati sem fólk fær bara að velja og síðan ætlum við kannski
hafa þetta meira svona getuskipt en að þú veist, ef þú ert búin að æfa í x langa tíma, þá verða það bara submission flow. Þegar þú ert að byrja að æfa þá það kannski, bara svona til að fá, þetta æfingamót og planið okkur sem þessi krakki sem bara búin að æfa í 1 mánuð, kannski skilur ekki þetta submission, skilur ekki leikinn, þá það mæta á þetta mót og byrja bara að æfa sig í að keppa. Án þess að hafa stressið í kringum uppgjáðutökin og líka bara, þú veist, íslensku foreldrum veit ekkert þetta og það kannski svolítið ókveikjandi sem að barnið mitt sé að fara einhver uppgjáðutöku og hver dómarinn, ræður hann með aðstæður sem þetta rúlega fyrir. Það mikið snilt, þá hlakar mikið til og þessu Laug var mjög spennt að fara í og þess má ég taka submissioni bara, þú mátt fara í submission. Þau elskir. Þau gera þannig, þá er svo við erum farið í Írlandurinn og þú veist, ég sá þess að Laug fór í fyrra, hún bara tekin bara submission, hún vissi ekki. Nei, það er svo leiðilegt og síðan bara, nei, við mjög mikið gera þetta hérna heima, þú veist, og þau bara, okkur ekki. Nákvæmlega. Það er þetta við erum að stoppa á, sko. Já, þess vegna þurfum við að fara að breyta sig. Klárlega. En, ég ætlaði að spyrja þig, og það með spurningarnir hérna, hvað byrjar já, hvernig byrjar í jiu-jitsu? Akkur í jiu-jitsu? Sko, ég ætlaði að byrja í Muay Thai, eitthvað svona, mér finnst það svo cool, sko, og maður skiljur það allt, þú veist, fólki, Muay Thai er svona visually mjög svona cool sport og ég ætlaði að fara í það og það var þá bara Mjölnir, náttúrulega ég bjó í Vesturbænum og Mjölnir var í Vesturbænum, þannig á Mýragötunni, miðbænum og það var líka einhver, þú veist, ég var 19 ára þarna þegar ég byrjaði, en ég var líka alveg búinn að heyra þessu fyrr, þannig að þegar ég var í, man ekki 9. og 10. bekk, þá var eitt strákur í ágangnum sem var eitthvað í þessu, þannig að maður svona hafði einhverja smá tengingu við þetta. Og ég held ég að bara hringt upp í Mjölni og satt bara, er ekki hægt að koma og æfa eitthvað? Þau séu bara, jú, það er sko, hvort það er byrjendanámskeið á morgun eða bara byrjendanámskeið eftir, það var bara svona immediate og þau sögðu ekkert endilega að það er Muay Thai, það er bara þeir sem eru að byrja, þeir mæta á eftir. Ég bara, ok, ég mætti. Ég var alveg skíthræddur, sko. En þetta var 2010. Alveg bara svona fyrstu dagana, hvort það hefði verið, þú veist, 4. eða 7. ég man það ekki. Þetta var bara svona fyrstu vikuna í janúar, þá mætti ég á fyrstu æfingunum minni í Mjölni. Og James Davis var að kenna námskeiðið og Gunnar var oft þarna líka með okkur, hann var kannski ekki svona leiða námskeið áfram en hann kom oft og var þarna. Og Gunni var þarna nýbúinn að fara á ADCC á móti Jeff Monson. Það hafði gerst 2009 og ADCC er ofta svona í kringum ágúst, september, þannig að það hæp var svona í gangi. Þá vissum alltaf Íslendingar eftir Gunni var, en maður fekk að heyra þetta inn í gyminu. Gunni gaurinn þarna hefði bara tekið eitthvað skrýmsli og bara eitthvað svona geðveikt. Ég man nefnilega eftir, ég hefði ekki svona bardaði fyrir þetta, ég man eftir Jeff Monson og Gunnari að því póstið var bara, hann var bara rísastór sem bara skrýmsli. Það er ekki myndina eitthvað svona hopp upp á baki, fótunum svona yfir, finna það eitthvað. Það er svolítið, sko. Já. Þannig að ég byrjaði þannig og við læriðum þá bara hvort að þetta byrjundanámskeið hafði bara verið bara glíma, ég man alltaf bara eftir glímupartinu, en þetta, við vorum bara svona kýrt inn í þetta allt og það var þá kickbox, það var golfglíman og síðan var eitthvað MMA og ég var svona í þessu öllu kannski fyrstu 3 eða 4 árin, sko, þá var ég í þessu öllu og ég með þess að hætti að glíma þá fór ég ákveð svona, maður alltaf úlingur og það fyrst að bólum og úlingabólum og svona, ég fór á svona rosa sterkt líf sem svona þurrkar maður svolítið upp og ég maður þetta læknir þess að í svona, það held að vera bara heilt ár, það var þú veist, golfglíman er kannski ekkert það skissalegasta, sko, það út af húðin er svo viðkvæm. Þá var ég bara í bóksun og þá var ég mynd að HþR, ég var líka félag Reykjavíkur sem varð síðan að World Class Boxing Academy og það Fabio var með þetta og Gunnar, þeir fóru frá og joinuðu Mjölni. Ég var 1 ár í bóksun, ég keppti einu sem í bóksin. Já, ég. Ég var lamni klart. Það var rosa gaman og þetta var rosa skemmtilegur hópur og já, mér var mjög gaman af bóksir. Ég kannski svona pikkaði upp bóks og svona strækin íþróttir sem miklu auðvöldara fyrir mig hendur glíman. Ég var alveg eins og eitthvað fólald í glímunni fyrstu árið. Ok. Sæl.
En markmiðin í YouTube svona ráða. Þegar þú byrjar í YouTube, hvað voru svona markmiðin eða varstu bara skemmta þér og hafa gaman með það? Þetta voru fyrstu árin. Fyrstu árin var þetta sjætlaði að vera bara einhver MMA superstjarn, sko. Ég var bara með einhver stóra drauma, sko. Og ég byrjaði að horfa á UFC og ég man eftir að fyrsta UFC sem ég sá, ég var svona fór að fylgjast með einhver svo hæg kringu það. Að það var þarna þegar John Jones var að fara á móti, hann heit eitthvað Hamill, hvort það hefði verið Matt Hamill eða, nei, þetta var, ég held að eitthvað Hamill, það var strákur sem var heyrnarlaus, held ég. Þannig að hann talaði með skringilæsi ykkur og John Jones tapaði henni fyrst skipti fyrir að gefa 12 to 6 elbow eða eitthvað svoleiðis. Hann náði mattan og gefa hann eitthvað svona olbow skot og John Jones tapaði og held ég eina tapi að segja eitthvað svona reglu tap eitthvað. Og eftir hann hef ég að það verið mikið John Jones maður og svo þetta er hann bara legend og allir eru John Jones menn, sko. Og klálega. Já, þú veist. En þetta svona var kynning mín á MMA og UFC og mér fannst það bara ógeðslega cool og ég vildi vera ógeðslega cool þannig og Mjölnir var náttúrulega staðinn til að gera þetta á sínum tíma. Þannig ég var með bara mikið metnað í þessu, sko. Ég var ekki með mikið metnað í glímunni þannig séð, en ég man eftir því þegar ég svona var ástfanginn af glímunni. Og þá var mjög snemma, þótt ég var aldrei með svona einhverja drauma glímuna og þá voru á þessu byrjendanámskeiði og James Davis var þarna og Gunni var þarna og þeir voru að sýna okkur eitthvað svona butterfly sweep, sumigation eða kannski bara eitthvað svona inversion dot. Ég man ekki enda hvað það voru að kenna, en ég man bara eftir að horta á Gunna fara frá það að vera sitandi yfir á axlirnar og setjast aftur, hann tók bara svona basic inversion og það var bara svo ógeðslega smúð, menn ég horfði á alla hina og allir hini voru eitthvað að ströggla við þetta, ekki hann bara, eins og þetta væri bara svo labba fyrir hann. Ég hugsaði bara, vá, hvað þetta er geðveikt cool að geta hreyft sig sína og síðan það hvernig hann var að hreyfa sig þegar maður sá hann glíma við aðra, sko, maður bara þetta ógeðslega impressive. Og það er líka alltaf sem ég segi með Gunna og ég held að Íslendingar gerir sér ekki grein fyrir því hvað Gunni var ógeðslega háu leveli í glímunni. Þú veist, hann var bara legendary status meðan hann var að taka þátt í þessu, sko. Já, ég var maður heitt svo mikið Gunna með UFC og þegar ég byrjaði að glíma þá komið um því að því hversu hátt level hann er í glím. Já, það er það er eitthvað sem gleymist mjög mikið þegar hann er svo mikið, það var svo mikið UFC fighter. Þannig að, já, maður horfir á Gunna og maður getur ekkert annað en bara verið bara eitthvað djúvill er þetta ógeðslega flott. Og þá svona var ég svolítið ástfanginn af glímunni bara sem svona listformi eða íþrótti eða eitthvað svoleiðis. Bara svona að skilsu kynir. En draumandi mínu voru samt taka MMA. Já. Hvenær brotnuðu þeir? Þeir brotnuðu í jönn. Og ég sko, þegar ég boksaði hana eftir að þá var ekki búin að vera í svo 2 ár, þannig ég var ári í þessu öllu, sen hætti ég að fór bara yfir í boksið í svona 1 ár og kepti þarna á Íslandsmeistaramótinu, þá var eitt annað í boði, þá fórstu bara Íslandsmeistaramótið og ég var lamin í klessu og þá brotnaði mig mitt eitthvað smá. Svona, svo skektist aðeins. Og síðan lendi ég í því á æfingu að það brotnaði, fekk einhvern svona olnboga það sem einhver í törtu, hann snýsi svona, bombaði nefið á mér og þá hann svolítið þreyttur á þessu, bara okkur nefið mitt alltaf að brotna. Og síðan var ég bara einhvern hitu og með hann Rolf og alls ekkert á Rolf, sko, hann bara smúð, skilur. Ég ætla að fara eitthvað svona silly takedown, skilur, sér bara hausinn niður bassinu og hann á sama tíma að gefa bara svona létt mikk með því upp, þá bara og það spýtist úr blóð og það var bara uppbytun og ég bara hélt fyrir neðan mér, labbaði út og ég mætti aldrei aftur að maður. Ég fekk bara svona, það var nóg, nenni sig ekki. Ekkert á Rolf, sko, en það var bara hóðni. Ég var bara þreyttur á þessu. Já, og síðan var það líka, þetta var svona 2013-2014, en við strákarnir fórum í einhver svona smá Evrópuferð. Ég man ekki hvort það 2 eða 3 vikur þar sem við förum okkur strákar saman. Og fórum fyrst til Frakkland, síðan fórum til Spánar og síðan enduðum í Ítalíu, þar sem við tókum þátt í Rome Open og Evrópumeistaramótinu sem við fórum svona. Þannig að við fórum á þessa og þarna keppti ég 2 daga í röð og það var ógeðslega gaman, ógeðslega mikið stemning og eftir mótið þá var mér ekki illt í líkamanum, ég var ekki búinn að brjóta mig nefið og ég var bara tilbúinn að halda áfram.
meðan ég var í bóksinu þá var maður bara oft með hausverk og brotið nef og illt í olnbogum og þannig að það var kannski það, ég veist svona ok, til lengri tíma það kannski, og meira kannski að reyna bara að njóta sín, að þá kannski tíman meira það sko meðan MMA og bóksi, þetta alveg hardcore típur sem í þessu. Já, maður hefur ekki langað fyrir í bóks eða MMA. Ég bara svo mikið blóð. Það setja ekkert sko. Ég góði aðna einhvern tímann Muay Thai í 6 vikur, mér langar ekki að berja með meira. Það var bara ömurlegt. Já. Og maður bara heldur áfram. Og hvenær byrjar að keppa? Ég byrjaði að keppa strax í tíminu sko. Það bara alveg. Já, og þú veist, það var bara, maður var bara með þessa hugmynd, ég ætla bara að keppa í þessu og gera allt eins mikið en get til að fá bara eins miklu reynslu ég get. Og það var kannski 9 mánuðir sem ég kom að æfa. Ég byrjaði í janúar og það var eitt mjölnir óbemót sem ég tók ekki þátt í. Ég var bara eitthvað smeyk og þá var kannski bara æfði 3-4 mánuð. Síðan kemur fyrsta Íslandsmeistarmótið, það var haldið bara í Árna. Og þessi gömlu mót voru alveg stemning sko. Það var ótrúlega skemmtilegt og var náði. Ég lenti í 3. sætið og þá var einn strákur, ég man ekki hvað hann heitir, sá drengur, ótrúlega hæfileikaringur í glímu. Hann var aðeins yngri en ég. Hann var íshokkistrákur, hann var með rosalega sterka með mér og hann var miklu betur en ég í glímu, en ég einhvern veginn náði að kreista fram mér einhvern sigur og lenda í 3. sæti og þá var ég bara þetta fokkin skemmtilegt og eftir það þá var ég alltaf að glíma fyrir utan þetta ár sem ég hætti út af þessum húðliðum sko. En þá fekk ég svona þannig að fyrsta Íslandsmeistaramótið minn lenti í 3. sæti, náði að kreista fram einhvern sigur á móti þessum strák. Já, byrjaði bara þannig. Ég er búin að skoða svo mikið YouTube-vídeóum að þeir eru svona dóta. Því smúðkampið svo lélegt að því að eins og þú sagðir, það var alltaf að skrifa á miða, eða hvort þá þú Sigurbjörn, skrifa á miða svo að bíða eftir í hverju voru að keppa eða hvernig og þú veist, það var smúðkampið kom. Já, það var marg eftir hann Haraldur Nelson, það var ekki alltaf eftir honum að stjórna mótum og ég bara eftir honum að bara sjúka einhverju blöðum og hann að kalla einhvern mikrofón hver var einhvern næstur og svona. Þannig að þeir settu svo mikið effort í að halda þessu mótum gangandi og skipulagning kringu það. Síðan var að þeir fór til Svíþjóðar að það var eitthvað mótum við Nordic Open og það fórum þangað 2014 eða 2015 og þá upplýði smúðkampið fyrsta skipti. Og síðan þegar ég fór í stjórnina með Halldóri að þá settum við upp held ég 1 barnamót þar sem voru með svo blöð og eitthvað og skipulum það ágætlega sko. En eftir það þá fóru að taka smúðkamp og síðan alltaf þegar allir sáu það var bara no-brainer sko, en þetta smúðkamp. Þetta ótrúlega hefðalegt smúðkampið sko. Já. Hvernig byrjaði að þjálfa krakka? Og okkur byrjaði að þjálfa krakka? Já, það er góð spurning. Þannig að kannski okkur byrjaði að þjálfa eða hafði byrjaði bara svona að gera eitthvað. Það var, mann ætlaði að plata alla vini sína inn í þetta og það er náttúrulega bara besta íþrótt í heimi og maður eitthvað að koma og prófa. Það er ekkert margir sem festast í þessu. Allan ekki að vinahópnum mínum, það var 1 strákur, hann Eggert, og hann var alveg hefðið og góður. Hann var eini sem fæst í þessu, nú auðvitað Bjartur hverja bulla, Bjartur, hann var fjólublátt eða brúnt belti. Já, hann dyrkla góða, algjörlega mónu. Já, auðvitað. En hann Eggert, hann endaði að vera bara blátt belti, síðan flutti hann út, hann var fyrir skóla úti og hætti hann svolítið. En já, ústu þá voru stór vinahópur, ég var að plata alla þessa stráka og þeir voru svona lítið að nennisúr eða voru kannski ekki nógu góðir til þess að geta æft með mig. Þá var það, ég skal bara hjálpa þér betri. Og það byrjaði svolítið þannig að mér langaði bara í fleiri æfingafélag með börnin. Þá var það byrjaði kannski, ég fekk að hjálpa Axel með einhverja barnatíma hér og þar. Kannski það var einhverju sumafrí eða svoleiðis. En ég byrjaði með fyrsta barnahóp. Þegar hann Brynjarkarl segir við mig, herru, vilt þú ekki þjálfa stelpurnar mínar? Þegar þær eru körfuboltastelpur. Hann segir, já, þær þurfa aðeins meiri tuttaskapur. Við bara finnum eitthvað svæði og þú bara kennir þeim að glíma og gera svona naglu úr þeim, sko. Þá fórum við þarna í, ég held að heiti Júdófélag Garðabæjar er líka með þessa aðstöðu. Ég held þetta Sjálandsskóli. Held þetta rétt. Það sem þau eru mjög fallegt svona félags íþróttaheimili.
það sem á einhverju efri hæðinni svona dansstúdíó og það fullt af YouTube-dýnum þar, þannig að maður mætti alltaf setja alla dýnurnar upp. Og síðan komu stelpurnar, þetta voru kannski svona 10 stelpur, þar voru svo 7-9 ára. Ég man ekki hvað það langur tími, kannski svona 1 ár sem ég þjálfaði þar og það var svona mín fyrsta reynsla að þjálfa börn. Og á þessum tíma voru engar keppnir og ég byrjaði að setja keppnu vegna þess að hann Brynjar segir, já það þurfa að keppa og ég var bara, já það er eitthvað keppnir og sagði, hann bara reddaði þetta hvað málinn er? Maður ok, ég skal redda því og ég heyrði á Gumma og Helga í Keflavík og við vorum með eitthvað innanlúfsmót þar, ég heyrði á Daða og vorum með eitthvað innanlúfsmót upp í Varpsíðu. Þessum tíma var ég náttúrulega bara í Mjölni, þannig ég var með eitthvað smá innanlúfsmót svona hér og þar og já, þarna byrjaði ég að þjálfa börn og það var aldrei, ég hafði aldrei áhuga á að þjálfa börn, það var aldrei, þá bara áhugi að þjálfa einhver leyti. Áhugi minn að þjálfa börn byrjaði ekki almennilega þegar ég byrjaði á Varpsíðu. Fyrir mér var þetta alltaf einhvern veginn að bara þjálfa meira, þjálfa fullorðið fólk sko. Og ég einhvern veginn var kannski lítur svona ekkert enda að líta niður á það en var svona að þjálfa börn það gerir einhver annað það sko. Ég ætla bara að þjálfa alvöru keppendur og alvöru íþróttafólk og eitthvað. Og ja, hann gefur ekki þar í Íslandi. En já, það var einhvern veginn beauty við það að fá að vera í kringum hann Brynjar Karl sem núna körfuboltaþjálfari í Aþenu og að fá að vera í kringum hann og sjá hvað að þjálfa börn svona gefandi í fyrsta lagi, hvað börn geta afrekað mikið, áorkað miklu, maður svona vanmetur að hvað býr í börnum og það þú fáir að vera partur af því að svona láta börn átt að segja hvað þau geta og svona, þetta rosalega gefandi sko. Bara þessi tími sem með það, þá er ég bara, wow, þetta bara þvílíkt gefandi. Þannig að þetta er náttúrulega allt mitt svona þjálfara dót á ég Brynjar að þakka sko. Þú veist, auðvitað voru margir sem gaf mig tækifæri og svona, en hann byrjaði að sá þessum fræðum hjá mér og sem byrjaði svona vaks á dafna sko. Það er margt sem þessi maður hefur sagt við mig, bara eitthvað svona ein og ein setning sem ég nota ennþá bara, sem er bara svona orðsteinar í þjálfun hjá mér sko. Okay. Þannig að til dæmis með þetta, hann sagði við mig að þú veist, fólk vannmyndu börn sko. Ef fólk ekki átt að sagði hvað börn getur ekki. Ég seti um þessum Lauga þegar hún byrjaði að keppa, ég vann það mjög mikið og svo sér maður bara hvað krakkar, það ítir bara aðeins í rétt átt, opnaður bara fara í, að gera virkilega góða hluti. Og þú veist, þetta er ekki, hann sagði við mig, þetta er ekki, börnin gerir þetta ekki, þú ert ekki nú hæfur til að kenna hann þetta. Þannig að já, ok. Þannig að þegar ég fæ ekki eitthvað út úr börnunum, að það bara að þú ert ekki nógu góður, þetta tengist þeim ekki neitt svo. Þú ert ekki nógu góður. Þau sína það, þau eru bara að sína. Þau eru bara speilin því sem þú ert að gera. Já, og þú getur ekkert látið börn bera ábyrgð og svona. Það er ekki, þú eru að bera ábyrgð á þessu. Þannig að alltaf þegar nemendur mínu ná ekki ykkur og þá er í þeim spurningu, ok, eru við á réttri átt og það er bara að gefa sér meiri tíma. Já, kannski einhver leyti. Síðan er líka, hvað ert þú að gera vitlaust þannig að þau eru ekki að bæta sig. Þetta er gott. Síðan annað, þú veist, hvernig ætlar að láta það krefjast þess að börn gera eitthvað, þú gera það ekki sjálfur. Nákvæmlega, þetta er bara sem með stelpunum mína, þú veist, ef ég fer í snúm og svo, akkur þetta þær fannst nú svo. Ef ég er ekki, eins og strákarnir mínu verðum oft að glósa og bara stundur að glímu og, þú veist, og mæta þótt við nennum því fyrir svona. Ef ég ekki gera það sjálfur, þá fyrir mér hér og hressin í mér að láta það gera það. Já, þetta er sem maður sagði að þú voru að fara að Evrópumeistarmótið síðast ári. Að þá léstu strákarnir hætta að vera í símanu seitt á kvöldinu þá þú sagði mér þú að gert það líka bara að vera fyrirmynd fyrir þá Þú veit að það búið erfitt maður. Ég veit það, ég hef prófað þetta ég klikkaði af mörgum sinnum þetta er erfitt hvernig byrjaði Varpsíðu og varst náttúrulega í Mjölni svo lengi Já, þannig að ég var í Mjölni alveg 2017 og þannig 2018 þá færi ég mig yfir í Reykjavík MMA en ég var svona aðeins byrjar að kynnast honum Daða í Varpsíðu og Kjarra og það var út af einu Kolsku konu minni þannig að Kolska mæti á einhverja æfingu upp í Mjölni frænkan á Kolsku, hún Sunna Vír var að æfa í Mjölni
og Anna Soffía var líka eitthvað annað smá í mjölni, henni man fyrst eftir að síðan Önnu Soffíu og Sunnu og síðan kynnist ég Kolsku og Kolska prófaði og hún var svona, þetta er ekki alveg mitt kát sko og þú veist, og kannski var það bara líka, hún vildi lega mér eiga þetta og hún hafði áhuga á glímu sko, en hún fann bara annan stað til að glíma og hún kom alltaf bara svo glöð, ekki fyrir æfingar og síðan hún var spennt eins og fólk þegar að byrja að æfa þá maður sína þetta, maður prófa þetta á þau og hún var bara að sína með dót hún mæta bara í fyrstu tímanu sína og hún var bara að kenna mér bara eitthvað dót, eitthvað sem ég vissu þetta, bara eitthvað tæbútsvít nema bara hvernig hún setti þetta upp og hvaða pælingar hún var Daði var þjálfun ára tíma frá hún var að segja það pælingarna á stað og þetta er alveg stöf maður, þetta er geðvikt já, þetta er bara, og hann er bara að kenna byrjendum þetta, hvað er þó en hann var að keppnum sig ekki og auðvitað, Vatnsbísi hefur alltaf haft lítinn en öflugan keppnisóp núna er kannski helsti keppnisópun börnin en áður fyrir voru þetta náttúrulega bara fullorðið fólk og Vatnsbísi voru alltaf mjög öflugur í keppnum Daði var mjög öflugur keppnismaður sjálfur og margir nemendur hans eru það og þá ég bara heyrði í hann ég bara, hringdi í hann sendi úr skilaboð og hann bara, já, gott og við skulum glíma þess og hann var að fara að létta hann ég var bara másandi og blásandi sko og hann var bara chill hann bara var kursta sem ég bara shit þessi gauð fólk þeim rikka að vildi það sko þannig að og þá byrjuði að myndist að tengingu og við förum bara svona að kynna sko og síðan að það fæ ég þetta tækifæri að fara í Reykjavík og það er bara svona tækifæri svo neytar ekki Hvernig tækifæri var það ekki? Hann Þorgrímur Þórarinsson, Baby Jesus Toggi, baby ekki Toggi Ekki nú? það var sko, the original orfinur bara frá mingi sér sko að þá hann við köllum hann Toppa hann á Toppi og Toggi hann Toppi, Þorgrímur Baby Jesus hann bauð mér í afmæli sitt við náttúrulega bara skólafélagar vorum í handbolta saman og eitthvað svona og hann var æfumilni, hann var alvöru MMA-maður, hann keppti og hann var svo góður keppsmaður hann Toppi og hann er að bjóða afmæli sitt og einhverjum ástæðum kemst ég ekki og hann hringir í mig bara 2 dögum eftir afmæli sitt og bara hefur, þú vistir að það er svaka partí ég ásori maður og það var alveg ástæð fyrir þegar hringið og langaði að það hefði komið í afmælið var þess að mér langaði að ræða við að stofna tími við strákunum nokkur sem kom í afmælið við fórum að spjalla saman að gera eitthvað og okkur gera okkur eigi hluti sem okkur finnst að sé ekki að gerast í mjölnu og svona það mjölnu er bara að gera sitt og okkur langar að gera eitthvað annað og kannski líka bara að stækka markaðinn Það voru ekki það var ekki bara mjölni sem var í þessu? Jú, þeir voru náttúrulega bara það voru svona einhver gym sem voru búin að reyna eins og það sem Daði byrjaði og kannski sem það var Full Circle og það var Combat Gym eða eitthvað, ég man ekki hvað þetta heitir, það voru svona nokkuð gym, þau náðu einhvern veginn aldrei að rísa upp og verða eitthvað að einhver alvöru og þarna vorum við nokkuð strákar, það var það var Toppi, það var Alexander Jarl, það var Bjarki Þór, það var Bjössi Taekwondo, það var Big Red, Bjarki, Big Red, það var ég og það er að muna allt þetta eða veldi nefn ekki við vorum allavega með nokkuð kannski 7-8 strákar ég var líka þarna sem voru eitthvað ok, let's do it skilur, það verður geðvægt síðan fengum við inn Sindra Má hann var mjög stór krúsa partur af þessu og hann seinna meir kom líka Krummin í þetta og Magnús þannig og síðan duttu náttúrulega einhvers af þessum strákum út og það var bara pæling að búa til eitthvað gym og Reykjavík MMA nafnið kom held ég frá einhverju auglýsingaskrifstofu, það voru einhverju strákar sem við þekktum sem voru að vinna eða áttu einhverju auglýsingaskrifstofu og þeir svona gerðu það Reykjavík MMA og svo öflugt sko, það var svo þetta var á mig sko og það við fórum bara á mitt fund og það var bara Reykjavík MMA ég veit ekki hver á heiðurinn að því sko þetta var bara, við vorum bara seldir, já og síðan fórum við bara harka, við vorum bara einhverju gaular, við settum allir smá pening í þetta og síðan fórum við bara harka og sögum kannski fundu það hægt og rólega að það gáti ekki alveg verið partur af þessu meðan aðri voru bara virkilega dedicated í þetta og já, þetta var bara geðveikt góð lífsreynsla og
Það er bara ótrúlega mikilvægt að þetta gym sé til í dag, sko. Já, magna og að gera góð hluti í MMA heiminum. Já, þetta er bara, það þarf að vera samkeppni, sko. Já, klárlega. Hvað þarf til að skara fram úr í jiu-jitsu? Við erum bara fullorðnir. Þú veist, hvað þarf að gera og þú veist, hvernig þarf að haga þjálfuninni og hvað þarf maður að gera þessu góður í jiu-jitsu? Hvað er að skara fram úr? Tökum til dæmis með því að skara fram úr að sýna framför á hverju ári. Að vera í bæði keppnum, Sýna fram á bætingar. sýna fram bætingar. Þú veist, hvað þarf maður að gera til þess að bæta sig? Fyrsta er náttúrulega bara að mæta. Og þetta er alltaf sagt þegar ég byrjumtur og þegar þetta er fucking óþarf ráð, sko. En auðvitað ef þú mætir með heilum hugfærs og mætir með einhver tilgang að tilgangurinn er að bæta sig og þá færst að hlusta á kennarann og finna góða spurningar til að spurja og svona. Þannig að þú ert að mæta með heilan hug. Og því meira sem þú gerir það, því fljótar að vera betri. Og ég hef testað þetta og við náttúrulega notum Abler til að halda utan skráningar og mætingar og svona. Og ég man eftir þegar ég var að byrja með stráka hópið minn núna. Þú veist, þeir byrjuði ekkert allir á sama tíma en þeir voru allir búin að vera í 1 ár og voru búin að taka svona sumarnámskeið. Og ég var með allar skráningarnar og allar mætingarnar yfir 1 ár. Við rankuðum bara hver var í bestur og hver var í lélegastur, svona cirka bát. Og síðan skoðum við mætingarnar og það var bara, svo var bestur, allt bara mæta. Og þú veist, yfir þetta ár, skilðum. Og ég sagði strákar, þú veist, þetta er svona einfaldur fyrsta pælingin, hún er svo einföld bara, ef þú mætir meira heldur en hinn, þá hefur þú meiri tíma til að vera betri. Þannig að byrja á því. Og það segir hann, já, en þú veist, bara ef fullorðið fólk, já, ég get bara mætt 3 í viku. Allt er leið. Mætur bara 3 í viku. En þá er það hvað þú gerir í þessum tíma. Þess að 3 tíma, 3,5 sinni 3 sem skiptir máli. Og það er auðvitað bara að vera með einhvern fókus. Þannig að, þú veist, er ég hérna til að bæta vörnina mína? Er ég hérna til að bæta sóknina mína? Og hvað er það við vörnina mína sem þarf að vera til staðar? Hvað er það við sóknina mína sem þarf að vera til staðar? Og síðan kannski er einhver eitthvað, já, en þjálfari minn, hann sér kennsluefnið. Já, þú veist, auðvitað, hann kennir og þú berð virðingu fyrir honum og hlustar á það sem hann er að segja, hann er pottet fullt og góður hlut til að segja. En það teipur ekkert ábyrgðina frá þér. Þú getur alveg eins mætt fyrr og eftir. Þú getur alveg eins verið aðeins lengur eftir og eftir. Ég hef oft gert þetta, eins og ég var rosa lélur að innversta. Ég notaði aldrei byrjum ból og það var eins og lélur að innversta. Ég mætti samt alveg fyrr og gerði bara inversion drillur. Þú snuðu þetta. Þannig að, já, fyrir byrjutunar þá er það fyrsta að mæta. Já. Gera það. Maður sér líka, þú veist, þeir sem eru að mæta mikið og eru með hugan við þessu á krökkunum, þú veist, maður sér alveg hver skara frá. Og saman þess að í mínum hóp, maður sér alveg hverjir eru duglegir að mæta. Það er enda núna að því við erum farið til Írlands og þá sér maður svona hverjir eru duglegir að mæta að þeir eru að fara að keppa. Þannig að þeir sýna bara mikinn áhuga og byrja að lyfta og það er bara, þú veist, komið mikill keppnisskapur í, hvað ég kalla á konu, sko, það er geggjað, sko. En svo var ekki spurningin líka með hvað getur gert til að bæta þig keppnum og svona? Jú. Þú veist, þannig að auðvitað náttúrulega, ef þú kepp meira og betri verður að keppa er ákveð skil. Kannski skilli snýst það að performanceið þitt á glímugólfinu á æfingum, það er performanceið þitt í keppnunum. Og það er, þú veist, ég hef séð keppendur sem eru mjög góðir í að performa jafnvel á æfingum og í keppnum og síðan það keppendur sem performa alltaf verr í keppnum en á æfingum. En ég hef aldrei séð neitt sem er bara, hann er bara eitthvað prömp á æfingum og síðan mætir hann í keppnu og hann er bara eitthvað mistur. Ég held að það sé bara ekki eins og raunhæft. Nei, þannig að þetta er bara að ná transfera æfingaskilið yfir í keppnuna. Það er svo gerir bara með því að keppa mikið. Og líka bara eins og þetta segja, að setja sér svona lítið markmið og þú þarft ekki að ná markmiðunum, þú þarf bara að stefna að þessu. Það er alltaf leið að ná þessu. Það er bara að vera við nýjum. Klárlega. Maður sér það líka svo mikið, sko, þess að Daði eða þú, ég man ekki hvað sagði við mig, að tapa frekar á glímugólfinu og æfingum, þetta er að taka keppnum. Það er Daði. Já, og þetta er góð punktur hjá hann. Þú veist, ég er fann að nýta mér þetta rosa mikið til þess að tapa á þessu, til þess að vera. Og svo líka eins og hann sagði, sko, mánuð fyrir keppnurleys, þá skaltu bara skerpa á hlutunum, ekki að taka eitthvað nýtt og prófa eitthvað, þú veist, að því að þú ert í keppnum, til dæmis eins og fyrsta Íslandsmeistaramótið mitt, þá tapaði ég
þú veist, ég var komin yfir að stigum, þá tapaði ég fór að prófa hvað sem ég sá á YouTube. Þá tók ég Exorcist eða hvað sem hann heitir þarna, bara fokkaði því, sko. Já. Og þetta er náttúrulega líka bara reynsla, og lærður bara þetta, gengur ekki upp. Sem gekkur, og eins og Daði sagði mig, voru ekki með gameplan? Já. Jú, við vorum hann gameplan, já, þetta var bara híkarið, sko. Já. Þannig að já, þetta byrjun snýst allt bara tíma sem þú setur inn, eins og bara í öllu skilji. Svona skillbuilding, þetta er bara að eyða 5 klukkutíma í staðinn fyrir 3, þú verður betri. Nákvæmlega, klálega. En svo erum við hérna styrktarþjálfun og er betra að vera sterkur í klímu. Sem sagt líkamlega sterkur. Það er þarfa. Ég veit að margir segja, já, þetta snýst allt skillset, sko, ef að ég og Húbert, hann getur fokkað mér upp að þeim mikið sterkar en ég. Ég get fokkað mest að fyrir neða sem mikið sterkar en ég, þannig að mér er svolítið kjánalegt. Já, þetta er náttúrulega bara, þú veist, okkur getur fullorðinn maður lað með barn sem ekki búin að hafa típu sem kannalið klímu, þú veist, Bara næsta það er sama bara, þú veist, já, þetta er bara þetta er bara eitthvað svona að þurfa ekki að vera sterkur í klímu, það er bara marketing tækni. Ég held að það er bara að byrja með gæðis í fjölskyldunni, en núna, sko, ok, að vera sterkur í glímu snýst líka bara að vera sterkur í stöðum. Þannig að til dæmis segjum þú sérst að elta bakið á einhverjum og þú ert búin að húkka með hendinni á mjög auðminnaðu öxlinu og er þarna eltan. Þá snýst þetta bara ok, þetta greipsús með, það nógu sterkt, þannig að þú náður að spenna upp alla hendina og liðinn og upp í kviðina þér og náður að halda því með á eltina. Þannig að kannski gera einhver pull-ups eða rows eða eitthvað. Það er kannski það ávonandi eftir að translita yfir í það að þegar þú grípur í hann að þú náður að spenna þig þannig að þú getur alltaf. Og þú veist, auðvitað, þetta er bara það var hana, hvað er Andy Hall? Ég held að vera hann. Andy Hall gerði einhverja crossfit tilraun sem var eitthvað svona að gera x-mörg clean eða eitthvað yfir eitthvað svona veri. Og það Andy Hall er bara strongman og hann mætur, hann slæðir þannig að hann er nógu sterkur þannig að það krefst svo lítildar orku fyrir hann að geta og auðvitað hvenær byrjar að vera ógeðslega lélegur í klímu. Það er þegar orkulevelið komið niður. Þess vegna er þetta gott að vera með mikið afl þannig að þetta tengur ekkert of miklu orku fyrir þig. Þannig að þú hefur einingi sem þú þarft að nota er svo lítil. Já, ég finn alveg svona hjá mér eftir að ég fór að styrkja mig svo mikið meira. Ég finn hvað ég er mikið meira að þess að ég get haldið styrknum í mikið lengri tíma. Þess að móti í óbæmata sem eru karlmenn sem eru ekki í svona kjögniskýra þessu stóti, ég get outperformað á í styrk. Líka bara eitt sem kemur að þig að vera sterkur. Hvað þarft að gera 1000 sinnum á hverri æfingu og í keppni? Standu. Ok, allir að leggjast á baki. Hversu auðvitað er fyrir ykkur að standa upp? Og því sterkari svo að standa upp, því auðvitað sem er að vera með spenntan kvið og spennað upp og standa upp, á bara split second þegar þú þarft þess skiptir ógeðslega miklu máli. Þannig að til dæmis bara að skota og læra að skota almennilega, læra að nota fæturnar til þess að skota og standa uppréttur. Það er að fara að bæta svípiðin í bæði því að off-balansa anstæðinu. Þú sterkar upp fæturnar, auðveldara fyrir það að off-balansa og það er þegar sem tíminn kemur og þurfa að standa upp, það er auðveldara fyrir það að standa upp. Sterkari almennt sér, sko. Og fyrir hendurna náttúrulega við glímum mikið með fótunum en það er enginn að fara að segja meira og við erum ekki með eitthvað deadly grip og breytt bak sér ekki gott, sko. Og ég held mér að þið gerðu rannsókn á þeim sem voru að keppa efst svona hæsta levelinu, hvíbeltinga hæsta levelinu og þeir fundu correlation, þetta var ekki ástæðan, en þeir fundu correlation á milli handastyrks og hversu verið gekk á svo hæglegum mótum sem hvíbelti. Auðvitað, náttúrulega bara byrjandi og þú veist ekki alveg hvað er í gangi og það grípur ykkur í því sem er bara nautsterkur. Það er erfitt, sko. Það er mjög erfitt. Ég er líka svo ánægður með það því að þú veist alltaf með krakkana í styrktarþjálfun líka. Þú lætur að lyfta. Já, alveg. Ég menntaði styrktarþjálfun. Ég lærði í Keili og bæði einkaþjálfun og styrktarþjálfun. Ég veit ekki hvort það sé hvað í gangi, hvort það breytt námið ekki, en ég fór í þetta bæði og síðan fór ég til Írlands í háskóla college sem heitir Setanta College og þeir buðu upp á svona semi-fjarnám þar sem mættir alltaf 2 og 3 mánaða fresti og þetta var á þessu tíma þegar VAR var, þá var rosa ódýrt að fljúga á milli
og frænka mín býr þarna í landi og hún tók bara mjög vel á móti mér og þá get ég verið þarna í skólanum og ég held ég að klára svona sirka helmingin af þessu háskólanámi, síðan kom COVID og fór á hausinn og svona, ég bilaði á þessu. Þannig ég læriði mikið styrktarsamlega á þessum tíma. Ég hef kannski ekki mikla reynslu að þjálfa margar mismunandi íþróttir, ég bara við styrktarsamlega fyrir körfubolta, við styrktarsamlega fyrir bardaíþróttir, þar að segja MMA, box og glímu. Og jú, það er augljóst svona samasemmerki á milli þess að performa vel og vera sterkur. En síðan þegar maður heyrir þessu umræðu, já, þú var eitt betri boxar að gera bicycle. Ég heyri þetta einhvern tíma þegar einn boxara minni var að gera bicycle og maður bara svona heyrði, þú þarft heilbrigðar axlir ef þú ert í box eða ekki, bicycle er partur á axlarliðinu. Og ef við væri kannski með boxara eða glímumann sem var að eyða meiri tíma í gyminu heldur í íþróttinni. Alltaf. En það virkar í. Auðvitað þarf að vera meira í íþróttinni en heldur í lyftingarherberginu. Kannski kemur einhver smá fasi í plani þar sem þú ert aðeins meira í gyminu og aðeins minna að sinna íþróttinni, en það er einhvers fasi af heildarprógrami. Það það sem kannski, þetta er góð spurning, þurfa að spyrja, en mjög oft þegar fólk að tala þetta, að það ekki að tala þetta í nógu stóru samhengi, vegna þess að ef þú ert með alvöru styrktarþjálfara sem að sinna high level íþróttafólki, hvernig lítur planið út? Þetta er alltaf 4 ára plan. Ástæða fyrir ólympíuleikarnir eru 4 ára millibili. Það að þú getur eiginlega, þú getur mætt á ólympíuleikana eða ekki komist á ólympíuleikana og síðan á þessum 4 árum þá getur þú komist á ólympíuleikana eða jafnvel átt tækifæri að vinna ólympíuleikana. Þú þarft að byggja upp æfingarprógrammið þannig. Það þarf að vera fjárlega gott plan. Þetta þarf að vera gott plan, lengri tíma plan. Og það það sem ég gerum við strákana eins og þeir voru núna, þegar við fórum á, þá eru þeir á ólympískri lyftingaræfingu. Þannig að við höfum konum með ólympískan lyftingarþjálfara, Gumma, og hann að kenna að þetta eru yngstu krakkarnir sem að mæta, ég held þessu sumir aðeins sem eru 8 ára, 8-10 ára sem að mæta og þau eru ekkert að fara að keppa í ólympískum, alltaf ekki svo við erum bara að kenna þeim ólympíska lyftingar, við erum almennt að kenna þeim lyftingar og síðan gegnum 10 ár ef þau ætla að verða eitthvað íþróttafólk þá eru þau hafaði þannig grunn geta nota ólympíska lyftingar til að styrkja sig og bæta og það er enginn að segja mér sem hefur eitthvað vit á styrktarþjálfun að það sé ekki heilbrigt og hollt við krakka að gera arbegur, kynnast lóðum og stöngum og byrja að hreyfa sig og líka krökkunum finnst það ógeðslega spennandi. Þannig að það er alltaf verið að fá leiðir til þess að fá krakka til þess að vilja borða hollan mat, það er alltaf verið að fá leiðir til þess að vilja láta krakka hreyfa sig og svona. Akkur ekki prófa að kenna krökkum að lyfta í gymum og það verðum ekkert að tala að einhver sé að reyna að stáka heimsund í bekkars. Þau verðum bara að tala að kynna þeim fyrir þessu að þeim finnst þetta ógeðslega gaman. Já. Og þau fara að fyrra að sofa og þau verða svo þreytt eftir þetta og þau fara að borða meir og þau vilja hottari mat en þess að þetta tekur mikið á. Þannig að ég held að það sé oft rétti endun til að byrja á en ekki að láta þau hangi í tölvun og reyna síðan að þvinga þau til að borða gulrót. Nei, maður sér þessu klárlega með krakka þessu tiltum svo lauga og hún er alltaf að taka arbegur og gera eitthvað svo dót og fann að borða hotlara en við finnst líka svo vitlust að þegar ég var í skóla það var alltaf, já það má ekki lyfta og hættir að vaxa. Það er heimskið sem við veitum. Já, ég veit ekki alveg. Ég hef heyrt eitthvað, þannig að það var náttúrulega bara dýsfræðingar og ég þess að vera eitthvað með einhverja alhæfingarni, ég held að það er mjög lítið þetta að vera bull. Mjög líklega. Herðu, munurinn að vera keppnisbelti eða keppnismaður og hobbyisti. Það er svo margir sem eru, það er ekki margir, það er hellingur fólki sem vil fara að keppa og keppa erlendis og allt þetta og svo eru sumir sem bara að koma að gera þetta góðri hreyfingu og munurinn á þessu og hvernig æfingarprógram, hvort það segja sama þegar eins og hjá Daða þá er bara sama fyrir alla. Og ég held kannski við gerum þetta þannig í VFC vegna þess að bara lögin af fólki púl sem við erum með er bara svo grunn, það er ekkert mikið af þannig að við þurfum bara að nýta alls mögulegum
og æfingakerfi sem Andað að nýta núna, þú veist, það svona tekur tillit til allra stiga sem vel mjög gott við æfingakerfi. En auðvitað vill maður þú veist, ef maður æfi með fólki sem með svona háleit markmið eins og maður sjálfur, það hjálpar manni. En þú veist, ég hef alveg heyrt að George St. Pierre hafi æft með einhverjum, þú veist, 5 barna faðir sem vinnur sem fasteignarsali, sko. Hann hafi komið inn í gymmið og verið í treyningampi með GSP, sko. Þannig að ég held að, og það kannski beauty við þessa íþrótt að það geta allir verið svolítið að mingla saman. En auðvitað eins og segið, þetta kannski bara mismunandi fasi, síðan ef þú ferð í loka undirbúningsfasan áður ferð í svona tapering fasan þegar sem þú bara að keyra allt í gang og þá þarf að hafa æfingafélag sem getur tekið við álæginu. Já. Og það kannski ekki hobbyistarnir kannski endla eða hafa áhuga að taka þannig álægi. En það sem ég finnst fallegt við þessa íþrótt hvað æfingasalinn eða hópurinn af fólki inn á tímanum getur verið breiður og með mismunandi markmið samt einhvern veginn að æfa saman. Já, þetta bara rosalega fjölbreytt og það allir með þetta að gera nákvæmlega sama. Þó sem þetta var að keppa eða ekki keppa. Það ámest mjög fallegt. Kannski getur maður hugsað að það skiptir meira máli tíðnin af æfingum og þeir sem hobbyist, hann æfi minna. Ég æfi sem hobbyisti, ég glími 2 í viku, ég glími með köllum sem allir miklu eldri en ég. Og það ástæða fyrir ég gera það náttúrulega kannski, ég að þjálfa á kvöldin, þá hef ég ekki tíma til að æfa á kvöldin og þetta kallandi sem æfa í hádeginu. En líka ég vil vera rosa ferskur fyrir börnin. Ég finn það alveg að þegar ég legg meira á mig og fer meira að hugsa mig fyrir keppni. Þetta seinasta keppni hafi verið fyrir 3 eða 4 árum. Þá náttúrulega fer ég að hugsa mig en ekki að hugsa börnin og það ekki sem ég vil ekki. Nei, þannig að ef maður er að keppa eins og ég finnir með, þú veist, ég leggur rosa mikið tíma í burtu frá öðru þegar að einbeita mér að þessu. Þannig að, klárlega. Herru, hvernig getum við breytt og komið í svo meira í spotlightið á Íslandi? Hvað þurfum að gera? Það sem ég búinn að reyna að gera gera þetta meira svona kynna þetta meira mainstream, þannig að þetta mótsverðinni að reyna að hafa þetta eins svona byrjandavænt eða svona að komast inn í þetta auðveldara. Þannig að komast inn í það að keppir auðvitað og getur mætt bara á æfingamót og þetta bara svona lett fun. Reyna þegar ég maður eftir ég maður í fótbolta var maður annarkvort að æfa með 1 ár yngri eða 1 ár eldri og alltaf jafningri. Þegar maður byrjaði í glímunni, þegar ég byrjaði að taka við barnahópum í glímunni, þá var þetta bara að 6 til 16 ára. Og síðan mæti maður og það bara einhver 16 ára gaur sem bara, okkur ég þetta með 8 ára dreng að æfa mig. Það fær ekki neitt út úr þessu, þannig að þessi ég byrjaði bara að búa til fleiri flokka og ef ég væri komið svona drauma flokkasystem hjá okkur í Vappisi og eftir nokkur ár þá væri það komið, þá var það 5, það núna 3, 4, 5, það 1 flokkur, 6, 7, 8, 9, 10, 11, þannig að alltaf þessi 3, þá 4. Og það 1, þannig bara almennt skemmtilega og það hvað. Þannig að búa til betra æfingu umhverfi fyrir það mun hjálpa. Bara þá ertu að svona, hvað segir maður, höfða til fleiri. Síðan annað sem kannski svona kontroversial að mér finnst ekki vera mikið gert þetta á Íslandi. Það að við verðum að búa til stjörnur. Ég alveg svona því. Það vantar með, þú veist, eitthvað fræðan bara. Þess að Gunni var, þá veit allir fara í UFC. Auðvitað. Þú veist, auðvitað, lítið allir upp til hans og hann afrekar rosa mikið, allir vilja vera svona. Þannig að ég segi þetta við mína iðkendur. Ég hérna til að búa til heimsmeistara. Það bara það að gerast. Þið megið vilja hafa þann draum að vera heimsmeistarar, ég tek því fagnandi. Þið megið líka vera bara, ég vil vera með í því að einhver verði heimsmeistari. Ég teku öllum sko. En standardin sem ég settur við ætlum að æfa eins og við séum heimsmeistarar. Og það merki, og ég vissi þetta ekki þegar ég byrjaði á þessu. En það merkilega við þetta að fólk vill tengja sig við þetta. Fólk vill tengja sig við hóp og vera partur og hóp sem að skara fram úr og það gerir þetta meira aðlaðandi. Það sem til þess fallega við að núna að við byrjum að fara með börnin út einu svona ári
og núna sko fullorðinshópurinn að ná í stærri barnahóp og þetta bara eins og fullorðið fólkið sér þetta og það bara, ég vil líka vera og þau eru að horfa á börn sko, þau eru bara, ég vil líka gera þetta. Það svo mikið foreldrar sem eru komin í þetta og ég svo til nokkur foreldrar séð það er alltaf bara, já, ég skildi ekki reglurnar eins og Pálína og Helgaðar, ég þarf að prófa. Það er komin einmitt að stór hópur foreldrar sem er komin til okkar. Bara virkilega. Ég held að sé 8 eða 9 út að keppa núna verðunni. Þannig að já, þú veist að þetta allan að gera þetta meira mainstream, gera þetta auðveldara fyrir börn að æfa þetta. Það er náttúrulega, þú veist, börnin í dag eftir 10 ár, 20 ár þegar þau fyrir eignast börn og þau eru búin að æfa þetta, þau setja þetta börnin sín í þetta og líka vera með einhverja fyrirmyndir og stjórnir og svona. Og já, ég held að, þú veist, í gegnum kynslóðanar þá mun þetta vera það sem mun gera glímu mjög stórt á Íslandi. Annað, í sambandi þessar keppnir, það er að tengja íslensk fyrirtæki við þetta. Við erum með eitthvað barnastarf, við erum með lífheilsustarf, við erum með íþróttastarf, þetta er sjálfboðastarf, þetta er ekki eignarhlutafélög, þetta er algjörlega sett eftir bókinni hvernig íþróttastarfsmá var sett upp. Og þá ok, vill þitt fyrirtæki styrkja þetta og vera tengt því að byggja upp ungmennarstarfsemi. Þetta skiptir líka. Já, ég held ekki að segja sko svona eitthvað mýta það að þetta sé bardaga íþróttir. Já. Og einmitt fótbolti, svo bardaga íþróttir. En þú veist, fótbolti er tiltölulega hættuleg. Ég veit ekki, flest allir sé þekkja sem fótboltur með bara búin að lenda í mikið að slysum. Já, ég sá nú því, maður þyrfti alveg að fá okkur stjörnur í þetta. Hvaða, þú veist, hvort sem það eru krakkar eða fullorðnir eða unglingar. Þú veist, þeir sem eru steppafannar á þá, þú veist, þeir eru að fara á ASDC, þú veist, það er búin að fara rosa mikið af fólki erlendis á síðast ári. Þannig að það sem kannski vantar hjá okkur þar ok, við erum með fullt af efnilegu fólki. Það ég finn að þá meira áður fyrir að þá voru á mínu tíma, þá voru við allir að monta okkur hvað okkur gekk vel. Já. Ég finn að strákarnir það ekki mikið að gera það. Kynslóðin ekkert mikið að monta sig á netinu. En þau þurfum bæði Jimmy sjálf, íþróttafólkið og sérsambandið BÖði þarf að vera duglegra í því að hífa keppendunar úr starfsemina. Og við þurfum að sýna hvað við erum að gera. Til þess bara ég og þú séum að tala saman og því við erum hent út á netið. Já. Að fólk geti séð inn í heiminn okkur og séð hvað við erum að leggja á okkur. Já, ég er bara alveg svo úr því. Og það þurfum að stakka þetta þannig vegna þess að þetta er rosalega, þú veist, ég hafði ekki hugmynd þetta. Þú veist, ég fór á okkur byrjandanámskeið í Mjölni þegar við voru í Ármanni. Tók 2-3 vikur þar. Og svo pældi ég ekkert í þessu, þú veist, jú, viss að Gunnar var þetta. En svo þegar ég fór í World Class, þá svo ég mynda Arnari YouTube, ok, fyrir að prófa þetta. Æði það 1-2 mánuði. Og svo þess að þegar ég kom vappi sér, þá líka hversu mikið fjölskyldar í þessu. Þessum að reyn bara, þetta barnastarfið er stórt, unglingastarfið geggjað, fullorðnir að koma, þú veist, þetta er svo mikið meira. Og einmitt þessu sem, ég langar allir vinir minni prófa allt þetta, en þetta er svo mikið meira og þá einmitt hvernig við getum komið þessu á, þú veist, með þegar einmitt tala saman hérna og koma svo því á henni. Fá að stækka þetta. Já, og hafa þetta breiðan hóp og það, pabbi sagði þetta alltaf mig þegar ég var í þessu, þú veist, pabbi er ekkert inn í þessu en hann sagði, hver borgar brúsum? Það er ekki keppindunir, það er ekki elítan, borgar ekki, þú veist, elítkeppindunir er eftir þessu borgar brúsum og þarf þetta að vera með miklu stærri markasók við það. Börnin, fullorðna fólkið, þú veist, vera með kallatíma, konutími og búa til svona vörur sem fullt af fólki gerir keypt inn í. En det er allt saman, þetta er bara ekki þessu. Já. Og það verið með það náður. Eins og til dæmis við Gellurglíma og Gellurglíma Reykjavík Gamma, það búið að stækka svakar. Sko, þegar ég byrjaði fyrir 2,5 ára síðan, að það voru bara, það er á stelkur, ég held þess að koma hvað, 13, 14, 15, það er bara... Skráði iðkendur árið 2024 þegar sú skýrsla var gefin út til ISI og þá voru yfir 30 konur í glímunni. Þegar þegar ég var að byrja þarna, þá var 3 konur í glímunni. Það var Ólöf, það var Kolka og það var Þórna. Síðan kemur Sigurdís inn í þetta og þetta bara stengur út. Þannig að ábyrðu 2-3 árum fóru frá 3 yfir í 30 og halda því áfram. Það klára þetta þar. Líka það er svo við erum með svo mikið að sterpa krökkum. Það var að stækka helling. Já. Þetta var ekki að hvað er að versta sem að séð í YouTube á brot og annað í keppnum? Ég manna bara þegar Íslandsmeistarmótinu þegar að fór niður á hendin sem brotnaði í nóki, það er ekki fyrir eitthvað. Það er að versta sem ég séð. Ég var
að fara að keppa, lítir liður og seta og horfa á gaurinn sem var að keppa og hann bara fuck. Sko, ég held að verstu brotin og katastrófik brotin gerast þegar einhver er að detta. Hvort sem það er verið að taka bara í gott kast og hann kann ekki detta eða gerist eitthvað svona, það gerist bæði við mig. Það var ekki það, kastið var fullkomlega eðlilegt og gott, sko, það bara vanþekkingi á þeim sem er að detta, hvernig á að detta. Eða þegar einhver hoppar á anstæðingi sem. Það er eiginlega ennþá verra, sko. Og þá er það oftast, þú veist, það er olbogi, það er öxl eða hné. Og síðan er það náttúrulega bara þessi submissioni sjálf, þegar fólk er ekki að tappa út. Það er saman hné og olbogar. Það versta, sko, ég hef einu sem ég gerist það í mjölni bara á æfingu og þá var hoppað á eina konuna og hún hnéði hennar bara. Og það var hrikalegt. Ég sá það ekki en ég mann þegar sjúkraliðarnir komu inn. Síðan fórum við einhvern tímann, ég og Axel fórum með hópa unglingum til Svíþjóðar að keppa og þetta var svona stór strákur, hann var að keppa, hann var unglingur, hann var svona vaksin eins og karlmaður og væri þannig flokk. Það var einhver stór gaur sem hoppaði á hnéð honum, það fór inn, það var bara unglingur, sko, þetta er alveg hrikalegt. Þannig að það var svona versta sem ég séð síðan náttúrulega auðvitað á Íslandsmeistaramót þótt ég ekki séð það, það var alveg svakalegt. En það versta brot sem ég séð í kringum jiu-jitsu, það var hjá með Torfa og það var bara þegar hann fara heim eftir jiu-jitsu æfingu. Þetta er alveg rétt, ég hef þann kleifa hendur á þeim að. Þessi hlaupahjól, rafmagnshlaupa og þau eru stór hell. Ég kallinn lett í einhverju svona potthól og setti höndina fyrir sig og tvíbrotnaði hérna og beinistóð. Ég hef aldrei séð það svo slaggi í jiu-jitsu, en ég sá það eitt svona slys. Við tökum Torfa á þetta því að hann var í jiu-jitsu. Sá þetta á Torfa. Já, hann var að vinna það, hann fekk blábeltið, hann er búinn að vera hvitt eftir 12 ár. Já, hann búinn að vera helgidölur. Hann er bara heldur til og hann ætlaði ekki að vera að fá, hann ætlaði að vera eiginlega bestu en það gekk ekki. Þannig að, já, meiðslin og það ef maður er, auðvitað er alltaf meiðsli, en í skynsamlega sem maður er með í æfingum hverjunu, það er að segja hvað má ekki og líka skynsemi í það að vera ekki að hoppa í eitthvað bara til að vinna eitthvað á æfingu og þú veist, vera óslega þreyttur og gera eitthvað illa að þá er þetta helviti safe, sko. Já, maður sé líka svo mikið af fólki sem er þessar hvít og blábelti sem eru ekki með stjórnun og við myndum að hoppa inn í arba, hoppa inn í, þú veist, og segir rosa mikið og stundum með bara, ok, akkur er ekki, þú veist, fleiri slisi í þessu. Það er út á að spurði maður með hobbyistana, teppundina. Ég er svona farin að hallast að því að hobbyistar og því eldri svo verður að þetta með styrking og ekki bara styrking en líka hreyfigetum og liðleika. Ég held að allir þessi gömlu karlar og gömlu konur sem eru að æfa 2-3 viku hefur rosa gott að því að lyfta lóðum og þarf ekki að vera mikið. Lyfta bara smá lóðum og gefa sér smá tími að teygja vegna að vera hreyfanlegur, vera sterkur í þessum stöðum og við erum ekki að tala að við lyftum lóðum og verður allt í einu Hafþór Júlíu, sko. Alls ekki þannig, sko. Bara lyfta lóðum til að halda þessu heilbrigð og blóðflæða stað og teygja þess á líkamann og svona. Það hjálpa. Eins og ég er alltaf að teygja með krakkarnir teygja 3 sem í viku í hálftíma. Og ég var aldrei að gera það með þeim, en núna er ég byrjað að gera það með þeim og þetta bara breytti öllu hjá mér. Þannig að hvet allast áhuga með mig sem eru bara að gera þetta fyrir heilsuna, að sinna líka heilsunni sem er að lyfta smá og teygja svona. Það er alveg svona á því, eftir ég fór að lyfta þá ég þurfti að breyta því ég var slasað rjóstin og bara fór að taka fleiri reps og vera bara, þú veist, koma bara blóðun á stað. Og ég kom að teygja einhverjum ykkur, ég ætti að deyja, ég bara ólíður. Ég þarf alltaf að vera, það er, þú veist, eins og segir, maður þarf að hafa tíma líka til þess að gera það. Þannig sé það. Þetta er svakalegt. Þannig, hversu erfitt er að fá svartbelti? Ég myndi ekkert segja að það væri erfitt, sko. Það er bara, þú veist, ekki, kannski erfitt þess að fólk skilur það að ég þurfa eitthvað að reyna ógeðslega mikið. Þetta er erfitt á því að vera bara konsistent. Ég held að það var komið tímabilið eins og
ég segi alltaf að kom tímabil mér í 5 ár, ég veit ekki alveg hvort það hefur 5 árum, það voru nokkur ár sem ég hugsaði eiginlega bara hvernig degi okkur ég að gera þetta sko. og ég var einhvern veginn alltaf að vonast til eitthvað annað myndi breytast eitthvað í umhverfum ég breytast og eitthvað svona en auðvitað var það bara það vegna þess að ég var ekki að gera þess að ég vildi gera í eitthvað svona, ég þurfti bara að finna hvað það var og sinna því sko og núna hugarfarið mitt bara hvað ég þakkláttur fyrir að gera þetta ekki, okkur er ég að gera þetta okkur anskotan er ég að gera þetta já og fá sko, eins og ég hugsaði að fá svartabelti mitt það er að segja, ég hef enga stjórn á því með margir mískil þetta að ég fái belti, að nemendur fá belti það er ekki í höndum nemenda þetta er eiginlega geðþáttar ákvörðun þjálfara og ég veit svo bara þannig þú þarf að sætta sig við það og maður þarf bara að finna þjálfara sem maður treystir, maður þarf að byggja upp gott samband við hann að þjálfara sem maður treystir og hann veitir manni og gráðar mann þegar hann telur að það sem komið tími til þess það sem nemendur geta gert til þess að það gerist fyrr hraðar en ekki er bara að hugsa út í það hvað get ég gert til þess að bæta mig þetta er bara skill og ég veit svo skillið er mjög margþætt og það er bara að skilja hverju undirliggjandi þetta með baku þetta skilli er og bæta sig í því þá verður svartbelti á endanum sko þetta er búkslega beigð Þetta er rosa mikið, ég hef fann það fyrst, þú veist, ég var að koma í vakið sig bara, þú veist, það er máli blokkað þetta og þú veist, við að bara pakka saman en svo alltaf núna eftir ég er búin að vera að hanga meira með þér Daða og Pétri og þá finn ég alltaf að ég treysti ykkur eða Daða fyrir, þú veist, fjólubeltinu þegar það kemur eins og mér núna finnst mér vera svona gott mid-level blokkbelti þú veist, þó að kannski ykkur aðeins að finnist þið betri eða ekki betri þá er það bara hver mín ákvörðun er þú veist, þess að til dæmis þegar ég var hvítbelti þá var mér alveg boðið blátt belti ég lét Daða vita að því og þú veist, ég treysti Daða af því að ef mér er boðið blátt belti af einhverjum öðrum eldri þjálfurum mínum þá er svona svipað þessi sem bara hrækja fram með þetta er þvílíkt diss ég kem alltaf inn með blátt belti af því einhver annar er að bjóða mér já þá kannski, þá er þetta ekki að fara að gefa næsta belti að ekki séns þetta snýst óslega mikið traust mér finnst það snúst traust og auðvitað getur aðri verið með aðra skoðun þetta er mínu vekkferð og bara já flott skilju og þá kannski treystur bara einhverjum öðrum eða treystur bara sjálfur ég veit það ekki ég hafði ógeðslega gott að því að setja þetta í hendurna á einhverjum öðrum og vera svona auðmungum með það og þá getur bara einbeitt mér að því sem ég gæti bætt og ég hafði áhrif á sem var að verða betri já, það er þetta sama og ég er að gera þú veist, ég vil bara verða betri keppendur ég er fara að ná hækka mig upp í skilljafali þannig ég vil leggja allt mitt fram vegna þess að Daði sér þetta og látum hann næsta belti ég þarf ekki á að gera neinn það er þetta besta við þetta ég get bara sýnt því sem ég er að gera og læt hann hugsa mitt síðan líka það kemur aðeins ef þú ert nógu lengi í þessu og að öllum líkindum verður svart belti og hvað þarf þá að gera nákvæmlega þrást þáðuna já, þú veist þessi íþrótt hún snýst það að verða að bæta skil sitt það er það eina sko að þú veist verður ekki betri þó að þú segir svarta beltið og vorum við að djóka með þau settum sjálfsálni í vappisi hvort þú ættum ekki að setja upp eitt svart belti 1 milljón þannig að þetta er 1 milljón til að fá þetta svarta belti og þetta er bara svona upp á húmórin sko það er strókslega gott skipt það skiptir einhver máli og segjum eitthvað kaupið á hann er ekki svart belti það er ekkert svart belti hann hætti bara milljón til þess að það er ekki beltið já þetta er skemmtilega verð fyrir það ég hef búin að hugsa mikið þú veist hvað ég ætla að gera og hvernig þannig ég er með til 50 maður ekki bara gera með best að vera sem besti keppandinn og vera sem besti þjálfari og vera bara, þú veist, komum bara inn í þetta alveg ég var með markmið 5 ára markmið, ég náði þeim öllum á 3 árum þannig að ég er svona þurft að setja mér allt nýtt já, ég var að tala um þetta við Kolku í gæri eða fyrradag þá var ég ekki að segja hvað ég var ánægður með það þú veist, þá var ég að tala um bætingarna mínar hvað var ánægður með það að ég fann að kunna að taka bakið búin að setja mikla áherslu að læra að bregja bóló og til að hífa ég kann að taka bakið þaðan ég kann að taka bakið með spinnútur og reverse til að hífa úr keikardi og matrix sjóra og læra eitthvað svona deep half svona semi til að hífa semi deep half backtakes og eitthvað svona og síðan hvort það var aðeins fleira þannig að voru komin í svona nokkra stöður nokkra gardstöður sem ég var svona að spila á milli og er að læra að taka bakið úr þessum stöðum og ég
búin að æfa í 16 ár og ég svona, já, loksins þegar ég, þú veist, þetta bara, ég svo talað eins og okkur byrjandi. Loksins þegar ég búin að fatta þessar 5 stöður og það alltaf með svona aðeins mismunandi leið til að taka bakið og ég sé hvað sameiginlegt með þeim og ég sé hvað ekki sameiginlegt með þeim. Og þetta bara, svona hugafar mun hjálpar að vera betri. En að vera væliðið í að einhver annar sjáu ekki hversu góður þú ert. Það skiptir ekki máli hvað það í lífinu, þeir mun ekki liðið verið, sko. Nei, nákvæmlega, við þurfum annar skiptir ekki máli. Það svo við annað daginn með umhverfið og hvernig þú þarf að breyta þín við þá við. Já. Þetta bara það. Það voru búin þetta spurningar. Þetta ekki. Og bara fyrsti þáttur og við ætlum að halda áfram með þetta og vera með keppnir í Vakkursíp að ungmennamótin. Hvað er með mörg mót á þessu ári? Við erum með 5 mót á ári og við erum að fara að fjárfesta í keppnistímum og þá mun mótið fara úr Vakkursíp og fara á vera bara í alvöru íþróttahöll á löggindum IBJJF tímum. Það verður geggja, sko. Það verður snillt. Ja, þá tökum við þessa íþrótt upp á annað level. Já, ég er alveg á því að eftir næstu 5 ár þá erum við komið með IBJJ hingað. Já, það er bara eitthvað íslenskt Vakkursíp eða Grímsfélag Kópavogs. Grímsfélag Kópavogs, þá verður komið eftir. Þetta er geggjað. Þetta er bara byrjunin. Þetta er bara byrjunin. Ég ætla að þakka Korku, Önnu og Gullu fyrir að lána okkur True Crime Studio. Þetta var mikill heiður við hana. Þannig að ég þakka bara fyrir mig og heyrjumst í næsta þætti. Gerðu það. Þannig að Hákonum inni í Dreyshaginu. Ítt var gott. Var lítið hérna. Ég held að tókum ekki upp það. Nei. Ég með hann hérna, sko. Tekka þetta. Sko, þátturinn er tekinn upp hér, 67 mínútur. 7 ár, hefur kannski slökst á þessu. Hvort er fullt eða svona. Prófa að tekka það náði. Já. Við þurfum að taka þetta upp aftur mér á þessum. Já. Ég fyrir að Getur við hérna. Já. Og íta. Jett. Esmis. Sem hvort þessi kunnir svo hann sér í mást þjóða og Já. það vitum við það. Það veitum við það. Það voru 67 mínútur, þannig að myndaðinu tók þetta aftur. Ég pensið bara sjóðið, en það er ekki sjóðið í